Viktorandleg fræði, 18. kafli, hinn innri viska. Í upphafi andlegra vakningar vakna nær óteljandi spurningar í huga þess vaknaða. Hann þyrstir í að vita meira um sjálfan sig, tilgang lífsins sem og lífið og tilveruna. Flesta þessara spurninga er af andlegum toga og hjá flestum kemur upp mikil forvitni á að vita allt um hina andlegu hlið mannsins og hvað taki við eftir dauðan og hvert förunni er heitið eftir að þessu jarðneska lífi lýkur. Þessi forvitni og leitin að svörum við öllum þessum spurningum er ákveðin drifkraftur í hinni andlegu opnun sem leiðir viðkomandi áfram í ferlinu. Forvitnin er mismikil manna á meðal og því er drifkrafturinn og ákafi mismunandi en eins og áður sagði, allt hefur sinn tíma og hver og einn stjórnar sínum hraða í andlegri opnun. Eins og áður hefur komið fram hefst leitin við öllum þessum spurningum í bókum, á fyrirlesturum og samfélagsmiðlum sem og í hópinu ýmiss konar sem nú er í boði víða. Eitt af því sem margir átta sig á er að þær upplýsingar og þau svör sem finnast geta verið misvísandi og oft á tíðum felast í þeim mikil mótsögn. Þetta getur verið afar ruglingslegt fyrir þann sem er að byrja að kynna sér andleg málefni og erfitt getur reynst að öðlast þekkingu og yfirsýn. Einnig geta kennarar virst af andverðum meiði í kennslu sinni. Þá vaknar spurningin, hvað er rétt og hvað er rangt? Hverju og hverjum á ég að trúa? Einnig er efnið og efnisval sem hinn vaknaði er að leita að misjafnt og breytist hratt eftir því sem opnuninni verður meiri. Þessu má líkja við námsefni í skóla sem breytist á milli bekkja eftir því sem þekkingin og kunnáttan verða meiri. Því getur þessi leit að svörum tekið góðan tíma í ferlinu og tekið sífelldum breytingum eftir því hvernig hinni andlegu för vindur fram. Þegar eitt svar er fundið, vakna oft á tíðum 5 nýjar spurningar þannig að það er af nógu að taka. Í raun þarf ekki að leita langt yfir skammt í leitinni að svörum við öllum þeim spurningum sem geta vaknað því svörin eru öll innra með hverjum og einum og liggja í visku sálarinnar. Það er best að nota hugleiðsluna til að finna þau svör sem leitað er að. Líkt og áður er gott að setjast niður og anda rólega inn um nefið, niður í kviðarhólið og halda andanum þar í augnablik og anda síðan rólega út. Síðan að helda þessum takti áfram á nokkru áreynslu né átaka. Leyfa andadrættinum og flæðinu að renna áreynslu laust. Gott er að spyrja sig þeirra spurningar sem svör óskast við áður en lengra er haldið. Síðan að tæma hugan með öllu og draga inn guðsorkuna inn hvirfilstöðuna og eins langt niður og hægt er. Hversu langt það er hægt ræðst að því hversu langt hinn andlega opnun er komin. Sá sem getur dregið hana niður í mænurótastöð er komin á leiðarenda í opnun sinni og hefur þar með tengst guðsorkunni fullkomlega í líkama sínum. Nái viðkomandi að tæma hugan þá næst tengingin við sálina og þaðan koma svörum við öllum þeim spurningum sem uppkoma. Þessar upplýsingar koma frá viskubrunni sálarinnar sem og visku alheimsins. Viðkomandi finnur og skynjar þegar slíkt gerist og þá þarf hann ekki efast þau svör sem koma til hans með þessum hætti. Þetta er hinn eini sannleikur sem er órekjanlegur. Með æfingunni lærist að tæma hugan og fá aðgang að þessari visku þegar óskað er. Þá þarf viðkomandi engar bækur né kennslu því allt liggur innra með honum og er til staðar þegar óskað er. Gott er að nota göngutúra til að tæma hugan og þá getur komið fram upplýsingar og svör. Smám saman fækkar spurningunum og sá sem hefur ekki frekari spurningar hefur náð að vekja sálina og hún hefur sameinast huga viðkomandi og opnunin er fullkomnuð. Sá sem hefur náð þessu hefur engar spurningar því nú skynjar hann svörin og er fullur visku. Það getur tekið tíma að fá svör við ákveðnum spurningum og oft geta þau komið nokkrum dögum síðar.
en það þjálfast og lærist að tæma hugan og þá opnast viskubrunnu sálarinnar og auðveldar að verðu með tímanum að nálgast hann. Sannur andlegu kennari sem lært hefur að tengja sig við viskubrunn sálarinnar og þar með viskubrunns alls sem þarf engar bækur né utanaðkomandi upplýsingar við kennslu sína, því allt kemur innanfrá og að ofan. Það sama á við þann sem opnast hefur andlega og að lokum eru engar spurningar og leitin eftir þeim hættir. Það verður engin þörf lengur að sækja kennslu og andlega fyrirlestra né finna sér fræðsluefni á samfélagsmiðlum. Svörin við öllum þeim spurningum sem voru í upphafi vakningar eru komin og sá sem hefur opnast hefur fengið öll þau svör við þeim spurningum sem hann hafði í byrjun. En það krefst þolinmæði og þjálfunar að finna og nálgast viskubrunn sálarinnar, en með þjálfun í hugleiðslu og í að tæma hugan þá mun þetta ganga hraðar og auðveldara með hverjum deginum. Sá sem leitar að viskubrunni sálarinnar mun að lokum finna hann og öðlast þar með djúpan skilning á sjálfum sér, tilgangi sínum sem á öðru fólki og lífinu og tilverunni í heild. Hann mun sjá heildarmyndina eins og opna bók. Þessi djúpi skilningur viska alls sem og veitir viðkomandi eilíft frelsi frá þjáningum hins jarneska lífs. Einnig koma upplýsingar og svöru gegnum draumana, en það ein leið til að koma upplýsingum til viðkomandi. Gott að vera meðvitaður drauma sína og læra að þekkja þegar upplýsingadrauma að ræða, en það eru draumar sem viðkomandi man vel og eru skýrir og í þeim liggja upplýsingar eða sterk skilaboð. Oft má greina sterka liti í þessum draumum og oftast eru þetta draumar sem ekki gleymast. Gott að skrifa niður draumana að morgni og halda ákveðna draumadagbók, því í draumunum liggur mikil viska og upplýsingar sem viðkomandi getur nýtt sér í opnun sinni og för. Því margir draumar eru leiðbeinandi fyrir þá sem læra að skilja þá og greina. Eftir því sem viðkomandi opnast meira andlega, þá mun slíkum skilabóða og upplýsingadraumum fjölga til muna og því gott að vera meðvitaður drauma sína og læra að nota þær upplýsingar sem í þeim liggja sér til framdráttar.